Fjármálaráðherra, nýsköpunarráðherra, góði gestir. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa fyrirlestrar í fundaröð Háskóla Íslands, Háskólinn og samfélagið. Markmiðið með fundaröðinni að fjalla viðfangsefni sem eru í brennidepli í samfélagsumræðunni hverju sinni. Þetta liður í að framfylgja einu lykilstefi í stefnu Háskóla Íslands, HÍ 21, en hún stefnan fyrir 2016 til 2021 og einkunnarorð hennar eru öflugur háskóli, farsælt samfélag. Við riðum á vaðið á síðasta misseri með fundaröðinni Best fyrir börnin, þar sem kastljósinu var beint að velferð barna og ungmenna. Nú vendum við kvæði okkar í kross og beinum sjónum að nýsköpun, í fundaröðinni Nýsköpun, hagnýtum hugvitið. Allan heim þekkingarsamfélagið álitið helsti vaxtabroddur framtíðar verðmætasköpunar. Það þarf ekki að horfa mörg ár aftur í tímann til að sjá þær gríðarlegu breytingar sem orðið hafa í tækniþróun allan heim. Rannsóknir og nýsköpun munu gegna lykilhlutverki við sköpun verðmæta í íslensku atvinnulífi ásamt því að efla samkeppnishæfni okkar fámennu þjóðar. Háskólar eru undirstaða þekkingarsamfélaga heim allan og lögð víða og alls staðar í heiminum lögð síaukin áhersla á gæði menntunar og öflugt vísindastarf til að tryggja samkeppnishæfni þjóða, hagsæld og lífsgæði til framtíðar. Nýsköpun rauður þráður í gegnum alla starfsemi Háskóla Íslands, hvert sem litið til rannsókna, hagnýtingar þeirra, kennslu, verkefnavinnu nemenda og lokaverkefna þeirra, stjórnsýslu skólans og ekki síst samstarfs háskólans við fyrirtæki og stofnanir. Og má þar finna fjölbreytt dæmi nýsköpun. Það því með mikilli ánægju sem við kynnum þessa nýju fundaröð, þar sem saman stefnt rannsakendum úr Háskóla Íslands, fagfólki og frumkvöðlum víða að úr samfélaginu sem eiga það sameiginlegt að vinna að nýsköpun í íslensku og alþjóðlegu samhengi. Það okkur sérstakt ánægjuefni að frumkvöðullinn Guðmundur Hafsteinsson haldi hér fyrsta fyrirlesturinn af 4 í nýju fundaröðinni. Guðmundur hefur gríðarlega reynslu af nýsköpun þrátt fyrir ungan aldur. Hann starfar nú sem yfirmaður vöruþróunar hjá Google Assistant og var nýlega skipaður formaður stýrihóps mótun nýsköpunarstefnu fyrir Ísland. Guðmundur, sem fæddur árið 1975, hefur starfað hjá Google frá 2014 og leitt starf við þróun margra af helstu tækninýjungum fyrirtækisins. Má þar til að mynda nefna Google Maps, sem við þekkjum flest ef ekki öll. Áður vann hann hjá fyrirtækinu Siri sem Apple síðar keypti og hélt Guðmundur áfram þróun Siri hugbúnaðarins við starf hjá Apple. Mörg barna okkar einmitt farin að eiga töluverð samskipti við Siri þessa og Guðmundur einn þeirra sem lagt hefur mikið af mörgum þann dýrmæta skerf að tryggja að íslenskan lifi í stafrænum heimi. Orðið á götunni segir að Guðmundur hafi til að mynda átt ríkan þátt í því að íslenska meðal þeirra 40 tungumála sem Google Assistant styður og þökkum við kærlega fyrir það. Við stolt af því að Guðmundur lauk BS-gráðu í rafmagns- og tölvuverkfræði frá Háskóla Íslands og get ég vottað að hann var einstaklega góður nemandi. Hann starfaði síðan í sprotageiranum hér á Íslandi og hélt síðan til Bandaríkjanna og lauk MBA-gráðu frá MIT Sloan School of Management. Erindi Guðmundar ber heitið Framtíð Íslands og mun hann fjalla mikilvægi nýsköpunar fyrir atvinnulíf og íslenskt samfélag og hvernig háskólar sá fræjum fyrir atvinnulífið með grunnrannsóknum sínum. Áður en ég gef Guðmundi orði vil ég benda á að gestir eru hvattir til að taka virkan þátt í fundinum, auk þess sem upptaka að honum verður gerð opinber á vefsíðu Háskóla Íslands að fundinum loknum. Bara Guðmundur, gerðu svo vel. Takk fyrir þetta.
að tala heiminn. Heimurinn í dag þarf hjálp. Og ég ekki að tala það sem Hans Rosling og Anna Rosling er að tala í nýju bókinni sinni það hvernig heimurinn þróast og hvort það sem að fara, hvort þessi vandamál með umhverfismál og svo framvegis. Heldur ég að tala önnur vandamál sem heimurinn að glíma við. Þetta hérna úr bók sem var gefin út fyrir ekki það löngu síðan. Var að tala hvaða störf myndi lifa af þessar miklu þróunar og breytingar sem eiga sér stað í dag. Og þessi klippa hérna sérstaklega merkileg, þurfa ekki að lesa alla, vegna sem hún talar það að eitt af störfunum sem alveg pottþétt örugg í langan tíma starf bílstjórans. Endar því að segja bara að þetta bara einfaldlega flókið til að tölvuratæki teki við. Sama ár var varnarmálaráðuneytið í Bandaríkjunum með keppni þar sem var bílar átt að keyra 140 mílur í eyðimörk sem talið frekar auðvelt fyrir bíla að keyra, eins og það ekkert annað til þess að klessa á. Og lengst sem einhver bíl sem vann keppnina kom 7 mílur áfram og keyrði út af vegi. Þannig að þetta staðfesti það sem þessi bók var að tala að þetta var klárlega ekki að gerast. Menn hlóa þessari keppni. Förum áfram nokkur ár, 2010, og þá kom fréttur það að það búið búið til bíla sem geta keyrt sjálfir út á götunum innan maðurumferð. Ég ætla ekki að tala bílana sjálfa eða sjálfkeyrandi tækni, þetta bara ein tegund af tækniþróun sem dag. Málið bara að heimurinn að breytast fyrstulega mjög hratt, en það sem merkilega við það, við vitum ekki alveg hversu hratt hann breytast og við vitum ekki hvert hann fara. Og horfum bara á hérna dæmi hversu mörg ár, eða í sumum tilfellum daga, tók fyrir nýja tækni að ná 50 milljón notendum. Og það sjáum við þróun alltaf hraðar. Og það sem sko öðruvísi í dag, þetta alltaf verið að gerast, tækniþróun alltaf verið hraðar og hraðari, en það sem breyst í dag að þetta ekki milli kynslóða, þetta innan kynslóðar. Þannig að ef við horfum á heiminn og hugsa hvernig að fara, þá þurfum við að átta okkur því hvernig getum við nýtt okkur þessar tæknibreytingar til góðs. Hvernig getum við þróa samfélagið þannig að þessar breytingar verði öllum til bóta. Þannig við þurfum að átta okkur hvernig lítur framtíð þjóðfélagið út. Og ég held þessi spurning sem við Íslendingar velta fyrir okkur, mjög mikið, en allur heimurinn velta fyrir sér. Og í ljósi þessar óvissu og að við vitum ekki alveg hvert þetta ætlar að fara, að þá höfum við litla hugmynd hvert við erum stefnum með þetta og við horfum allan heiminn og þá komum upp svona myndir. Við erum búið einhver svona gamesköpum framtíðinni eða einhver svona ljótum bankunum sem enginn vil búi. Sennilegast ekki, en þetta undirstrikar hvað við vitum lítið hvert við erum að fara með þetta og þá fyrir ímyndin alltaf stað. Og hvað með vélmennin? Eru þau að fara að taka yfir? Þannig þá kemur hræðslaninn og við vitum ekkert hvernig við höfum að tækla þessa hræðslu vegna þess að við, eins og aftur þessi kemur, að þessi þróun að ýta undir rosalega mikla tæknibreytingar en eykur líka samanskapi óvissuna og mögulega hræðsluna. Nú, hvernig erum við að leysa þetta í dag? Ef við horfum á heiminn í heild sinni, þá eru svona tvær nokkuð stóra lausnir til í dag, lausnir, tilraunir til að leysa þetta. Annars vegar bara látum við svo ekkert sé, stíkum höfðin í sandinn og allt verður í lagi. Og ég held að það sé nokkuð ljóst að ef við horfum á hvert heimurinn stefni í dag, það ekkert voðalega góð lausn. Hin lausnin bara að segja, heyrðu, þetta hræðilegt. Ég vil ekkert búa einhverju gameskipi og ég vil ekkert einhverju vélmenni að taka yfir og svona. Þannig að förum bara aftur í fortíðina, það fínt fyrir 100 árum síðan. Förum bara að moka meira í kol og þá var allt í lagi. Lokum löndin, bökkum aftur, förum í fortíðina. Og við getum rifist allan dag hvort það sé rétt eða ekki. Ég held að það skiptir meira máli að þessi breyting eiga sér stað hvort sem við viljum það ekki. Þannig við getum sagt að við viljum fara í fortíðina. En þó að við viljum það, þó að við öll getum vilja það, þá það ekkert möguleik í dag. Vegna þess að þróunin mun taka við og hún mun leiða til þess að það verða ákveðnar breytingar gangi. Þannig við horfum á framtíðarþjóðfélagið. Stóra vandamálarn það að það rosalega óvissa hvert framtíðarþjóðfélagið að fara og hvernig það mun líta út. En við erum vísindamenn, margir hverjana, við kunnum að tækla við óvissu. Við gerum bara tilraunir, við prófum hluti.
Og ef við hugsaum hluti eins og aftur að sjálfkeyrandi bílar, að þetta síðan sæti sjálfkeyrandi bíl frá Google, mjög skemmtilegur, áhverðan það ekki eins og stýri í honum, bara sest inn, það ekki stýri, hann keyrir af stað. Og það ekkert mál, að flókið, það hægt að þróa þessa tækni og það að átta sig á hvernig bíl einn og sér virkar. Og það að láta hann keyra, það að prófa, búa til tilraunir og setja mjög afmarka form. En það sem rauninni kemur upp þegar svona tekník kemur upp, þetta er rosalega mikil breyting sem fylgir svona tækni. Og það sem við skiljum ekki þegar svona tækni er orðið mjög útbreytt, hvaða áhrif hefur það á samfélag? Hvernig breytir það hvernig við lifum? Hvað þýðir þetta fyrir störf þeirra sem við keyra í dag? Þetta allt spurningar sem eru mjög réttmætar og við þurfum að svara þessu spurningum. Þannig það ekki hægt bara að loka augunum og segja sjálfkeyrandi bílar, frábært, gleyma öllu hinu. Og vandamálið í dag, ef við horfum út í heim, að gera tilraun við svona hluti í stórum þjóðfélögum mjög erfitt. Þú fer ekki bara inn í New York og segir, heyrðu, henda hérna 300 sjálfkeyrandi bílum inn og sjá hvað gerist. Það bara virkar ekki. Þetta búa milljónir manna, þetta fullt af öðrum hlutum í gangi í sama tíma, þetta bara rosalega erfitt og þungt og þetta hangir ekki saman. Þannig að annars nýja tækni sem getur breytt þjóðfélaginu og hins vegar þjóðfélag sem stórt til að prófa hvað þessar breytingar þýða. Þannig að vandamáli við tilraunar að við kunnum ekki að skala upp. Þannig að mikið af tilraunir sem eiga sér stað með nýja tækni í dag eru gerðar í mjög smáum skala, sem kennir okkur ekki hvernig þetta mun hafa áhrif á þjóðfélagi þegar það framsækir. Og fyrir vikið, ef við erum að horfa á öll þessi fyrirtæki og stofnanir og fleira sem eru í því núna að hugsa hvert þjóðfélagi fara, hvernig við erum með þetta. Google eitt í sem það fullt öðrum fyrirtækjum sem eru öll að vilja gerð að finna út hvernig mun tækni breyta þjóðfélaginu og hafa áhrif til þess betra í framtíðinni. Að þessi fyrirtæki að glíma við það vandamál að þau renni strand með að keyra sína tilraunir svona tækni á stærri skala og rauninni finna út hvað gangið þarna. Og fræðin ekki virka. Þannig við verðum að geta að prófa þetta. Þannig að eins og horfa þarna, spurningamerki, þetta ákveðin brotalöm í hvernig við erum að gera þetta vegna þess að þróun svo hröð en þjóðfélag ekki að halda í við það. Þannig eins og segi, heimurinn þarf einhverja hjálp. Nú, þið komið ekkert hlustum að tala um heiminn, gerir ég ráð fyrir. Þetta við að tala um Ísland og nýsköpun. Þannig að spurningin hvernig kemur Ísland inn í þetta? Og ef við horfum á bara Ísland sem þjóð, að fyrsta lagi þá hluta því sem við erum að tala um það að við viljum vera nýsköpun í þjóðfélag. Og það fullt sem þarf að gera til þess að við erum að gera frábæra hluti, en við munum vinna því að sjálfsögða að bæta það en það frekar. Og við munum bæta það að gera umhverfi betra, styrkja betur við góðar hugmyndir, við erum með gott háskólaumhverfi sem maður bæta ennþá betur í, við erum að vinna á menntakerfinu, við erum að horfa hvernig við styðjum við þegar nýjar hugmyndir koma úr háskólanum, hvernig það þróast yfir í að vera góð fyrirtæki. Og það heilmikil vinna framundan sem mörg hluti byggð á fyrirmynd annar staðar, einhver leyti, dregin inn hérna sem getur búið til umhverfi þar sem við raunverulega styðjum við nýsköpun þannig að það getur tekið grunnhugmyndir og komum inn í ný fyrirtæki og verðum með uppvöxt til hagbóta fyrir okkur sem þjóð. Annað gott dæmi sem þetta fullt í gangi í dag sem mjög jákvætt og mjög gott og við erum að horfa á fyrirtæki þegar í dag að gera mjög góð hluti. Þannig þarna held ég eitthvað sem við þurfum bara einfaldlega að styðja betur við og þetta starf stýrihópsins og fólk sem tengt því felst mikið í þessu að átta sig á hvaða hlutir eru sem við þurfum að gera fyrir þjóðina til að styðja betur við nýsköpun, þróun og uppbyggingu fyrirtæki hér á landi. En þetta hjálpar okkur rauninni bara að fylgja. Þetta sennilegast ekki nóg til þess að við getum verið leiðandi á þessu sviði. Þannig að við erum að horfa á hvað meira höfum við. Nú, við höfum sérst gott fólk og allt þetta, við erum frábær þjóð, en við erum samt bara lítil smá þjóð í Norður hafi. Og leiðilegt að segja það, en við erum bara eins og hvert annað fólk, þannig við erum ekki ofmenni, en við þurfum fyrir eitthvað annað. Við erum ekki með fjármálaginn eða teknikinn eða eitthvað sem látur okkur skera úr. Þannig hvað annað getur horft á. Og það lykillinn þarna að við erum lítil þjóð og oftast höfum við verið svolítið hrædd við það. Og svona hálfpartinn með minnumáttarkenndi yfir því og hvernig getum við verið stórþjóð, hvernig getum við verið 30 milljón manna þjóð, við erum bara 350.000 manns og við þurfum bara eiginlega að
samþykkja það. Og ég held að þetta sé okkar helst styrkur. Ég held að smæðin eitthvað sem getur hjálpað okkur rosalega mikið. Og við horfum berum myndina saman áðan á New York og hérna myndin í Reykjavík. Þá sjáum við strax, hérna heilt þjóðfélag sem samt að þeim skala að það ekkert mál að koma nýja tækninga inn en nýja þróun og prófa hana. Og rauninni þetta leyfir okkur að vinna með bæði fyrirtækjum, stofnunum og öðru ríkisstjórnum í því að segja, heyrðu, komið hingað og við skulum vinna saman að þróa hvernig samfélag að verða. Þannig að saman getum við unnið því að búa til framtíða þjóðfélagið í samvinnu með allar aðila sem úti og rauninni fengið það sem koma hingað og ítt undir þá frekar nýskum hjá okkur þar sem við getum bæðið skapa atvinnu við að fólk fyrir að vinna í þessu fyrirtækjum og líka fengi bara þekkingu og aðra tækni utan til að hjálpa okkur. Og það það sem lykillinn. Ég er búinn að ræða þetta mikið við fólk hjá Google X og öðrum fyrirtækjum sem eru að pæla í þessu. Helsta vandann sem standa fram fyrir, þeir geta ekki prófað þetta í stórum þjóðum vegna þess að það stranda allt. Og þannig er tækið fyrir okkur að segja, heyrðu, hérna mun ekki stranda. Við ætlum bara að hjálpa staðið þetta. Við erum það lítil, við getum hreyft okkur hratt, við munum liðka fyrir. Það sem við þurfum í rauninni er bara ákveðið hugrekki til að segja já, við erum tilbúin í þetta. Að við sem þjóð erum tilbúin að takast á við þessa áskorun að við ætlum að búa til hérna á Íslandi framtíða þjóðfélagið. Og þetta er ekki bara fyrir okkur, þetta er frábært fyrir okkur. En þetta er aðalega til að hjálpa heiminum að sjá hvernig getur þjóðfélagið þróað þessi dag til að koma veg fyrir þessa afturhaldssemi sem er í gangi í heiminum í dag. Þetta er okkar áskorun í dag. Og rauninni búa til framtíða þjóðfélagið þar sem við tökum tillit til hvað gerist þegar bílar verða sjálfkeyrandi, hvernig getur við fleiri rafmagnsbíla á götunni, hvernig getur við hugsað samgöngur þannig að fólk eru að eiga allar sinni bíla, hvernig getur við hugsað byggingu nýru húsnæðis þannig að það sé umhverfisvænna. Allir þessir hlutir sem við getum unnið hrattað og hjálpast það með fyrirtækjum, þetta er eitthvað sem við getum tekið á sem bara heildar áskorun. Þannig að rauninni spurningi sem ég var að spyrja í lokin, og þetta er áskorun sem ég hef fyrir þjóðina, eru við tilbúin til að búa í framtíðinni? Eru við tilbúin til að vera alltaf 5 ár á undan heiminum til að sýna þeim hvert er rétt að fara og hjálpa heiminum að komast út úr þessu krísu. Því heiminum þarf okkar hjálp. Takk fyrir. Kæra þakkir, Guðmundur. Við höfum tíma fyrir spurningar og hér er að tala mikilvægi þess að fólk taki virkan þátt og ég bara gef orðið laust. Einhverju sem vilja ríða á vaðið hér? Guðrún, gjörðu svo vel. Ég veit að það er að streyma, ég ætla að endtaka spurninguna. Spurningin er hvort þau... Já, hérna er Já, kannski bara... Hljóðneminn. Spyrja eftir mikrofónu. Já, ég var bara báðið til að segja svona kannski aðeins skýrar hvort að þú haldir að þessar stóru fyrirtæki, Google og fleiri, því við höfum oft talað til dæmis í stefnumótun, við værum mjög heppileg tilraunastöð fyrir margt, ekki bara auðvitað svona tækninýjungar, heldur mjög marga hluti, samfélagslega nýjungar líka. Heldur þið væri tilbúnir til að gera það? Ég get bara sagt það í bara síðustu viku, þá var ég að tala við Astro Teller sem er yfir öllu Google X batteríinu. Og ég spurði nákvæmlega svona spurningar. Ég sagði, við vorum að ræða hvernig þetta þjóðfélag það vera og vandamál sem standa frammi fyrir og svo framvegis. Og það er þetta ákveðin hluti sem við þurfum að taka á okkur. Við þurfum að vera liðilegur og fljótar allt þetta. Þetta snýst mikið hraða og að vilja vinna með. En ég spurði þá líka að segja, hvað ef við myndum búa til svona þjóðfélag? Hvað ef við myndum segja bara í Íslandi landið? Myndirðu koma hingað? Og hann sagði, ég myndi koma öll verkefni hingað. Og þetta er bara samtal sem við sjá hvort það standa við eða ekki, en hann bókstaflega sagði, þetta er sem við erum að leita að. Og hann skildi ekki, og þetta er rauninni hans stóri sem ég tók til lokin, hann sagði, hann skilur ekki akkur þjóðir heimsins, sérstaklega litlu þjóðirnar, vilja ekki búa 5 ára fram í tíman. Þess að bara fólk vilja ekki fá sjálfkeyrandi bíla, bara vill ekki fá rafmagnsbílum allt þetta. Og þetta var hann sem frústrasjón í honum, sem ég tek alveg undir. Eins og ég vil búa í framtíðinni, mér finnst það frábært, mér finnst það ógeðslega spennandi. Og ég held að við sem þjóð ættum vilja það og þá þurfum við að virkilega taka þetta, séns á þetta,
En þetta pottþétt, já, alveg pottþétt, ef við gerum það rétt, þá munir fyrirtæki koma hingað. Takk fyrir. Næsta spurning hér. Og bara ágætt, viltu kynna þig bara svona til að byrja með? Já, sæll, ég heiti Ólafur Jens, ég vinn sem ráðgjafi. Þú stiltir þessu kannski svolítið upp, sko, afturhaldssemi versus, hvað segir maður, framsækni. Það er kannski búið að koma í ljós seinustu árin að afturhaldssemin svolítið svona að krúsa á þessari bylgju, tæknibylgju. Ég meina, kosningaskandalar tengjast allir nýjum tækninýjungum, ég meina bara eins og kosningarnar í Brasilíu í seinustu viku og Facebook, hvernig það involverað í kosningar út allan heim. Spurningin hvar, þú veist, ekki einhver svolítið áhætta að vera 5 ár í framtíðinni? Kannski þetta ekki frábær framtíð sem við endum í? Þetta mjög góð spurning, Sko, fyrsta lagi þá þetta all tækni, þetta nota alla tækni til góðs og það mun aldrei breytast. Og ég held sko einmitt í ljósi þess hvað tæknin að þróast mjög hratt í dag, þá þessi polarisering milli það sem notum til góðra hluta og til slæmra hluta að aukast þess að við höfum ekki tíma til að átta okkur hvernig við nota tækni rétt, hvernig að gera þetta virkir sem bestur í þjóðfélaginu. Þannig að ég held að sko mikið sem við sjá í dag, og það þetta sjálfsögðu nota allir tæknina, hvaða tilgang þess að hafa sem til þess. En ég held að sko mikið af þessi út af því að þetta svolítið bara renna úr höndum okkur. Og þetta mun renna meira úr höndum okkur ef við gerum ekkert í þessu. Og rauninni, ég myndi ekki segja kannski að vera afturhaldssemi sko framsækni, heldur frekar bara aðgerðarleysi afturhaldssemi. Það vandamál þetta. Það annars vegar aðgerðarleysi, þar sem fólk segir bara, byrju, hvað það? Það globalismi. Bara lokum augunum, þetta hlýtur reddast. Og alveg örugglega, bara lokum augunum í 100 ár, leyfum nokkuð stríðum með þessa staðar svona með, þá sjálfsögðu verður þetta allt í lagi. Það einhver leiðrétting og allt svoleiðis, en við viljum það ekkert. Við viljum ekkert bara loka augunum og láta þetta renna fram hjá okkur. Við viljum stúdera virkilega hvernig getur tæknin gert þjóðfélagið betra til þess að nota það sem svona rólmódel fyrir aðra að sjá, heyrðu ok, þetta að virka þarna, tökum þetta að okkur. Málið það bara, þú horfum þess að gera í Bandaríkjunum. Það aftur sem er í gangi með það að fara aftur í kolinn og loka og allt þetta. Hin hliðin á málinu hefur engin rök. Vegna þess að þau veit ekki hvert það að fara. Þau segja bara, nei, ekki fara í kolinn, förum þarna, ég veit ekki, eða bara óvissa. Þannig að þetta ég held þess ekki bara, sko, tækni verður alltaf notað af öllum í þeim tölkjum sem vilja hafa það. Hugmynd með þessu væri þá vantarlega að reyna að finna leið sem nota tæknina til hins besta. Og ég horfum mikið, þetta ekki bara sko tækniþróun eins og búið til eitthvað social network eitthvað svona, það skiptir engum máli. Þetta tækni þess að gera þjóðfélagið betra. Hvernig viljum við lifa betra lífi öll saman? Þetta snýst fólk. En tæknin að breyta lífi okkar, þannig við viljum láta fólk lífa miklu betur og það er það sem útgangspunktur í þessu. Takk, Gunnar. Takk, Guðmundur, fyrir mjög gott erindi. Gunnar Dár heiti ég og lögfræðingur og viðskiptaráðs. Skemmtilegt að þú takir sjálfkeyrandi bíla sem dæmi í þessum fyrirlestri vegna þess að ef ekki hefði verið fyrir ábendingar ráðsins til samgönguráðuneytisins þá hefði ekki verið gert ráð fyrir prófunum á þeim í nýjum umferðarlögum sem liggja núna fyrir þingi. En þetta fær nú svona til að velta fyrir mér. Hvað er það á Íslandi sem kemur í dag í veg fyrir að þetta gæti gerst, að við getum verið þessi tilraunarstofa heimsins? Ég held í fyrsta lagi bara að stökkva á tækifæri. Og það er svona auðvitað að segja það, en ég held það sem að þarf, og við sáttur þetta bara þetta samtal sem í síðustu viku, ég er búin að eiga mörg svona samtal við fyrirtækin úti, að það sem er mikið verið að horfa á til þess að svona geti gerst, það þarf bæði sko umhverfið, hvað sem menntamál sem framvegis að styðja vel við þetta, það þarf að vera þroskað umhverfið, það er eitt, en svo þarf líka að vera rosalega leiðleiki og sko þetta sem tala um hugrekki. Við þurfum að vera tilbúin að stökkva á þetta. Ef þetta er gert bara einhver svona, komið yngi á prófið en breytist ekki neitt og það er verið að ræða breytingar á einhverjum lögum eða breytingar á einhverjum umhverfisþáttum og það tekur ennþá heilt ára að ganga frá þessu, þá gerist þetta ekki neitt. Þannig við þurfum að vinna með þessum fyrirtækjum og finna leið sem láta hlutinni gerast hratt. Ef við gerum það, og við eigum að geta það, við erum 350.000, koma. Þannig að þetta ef við getum lagað það, að þá fyrir að lykkast þetta. En það er rétt, þetta gerist ekki sjálf sér sko. Það líka að fara aktivt og útskýra fyrir þessi fyrirtækjum. Hérna er þetta út af þessu og farið það vinna að segja ekki, við viljum vinna með ykkur svona hátt. Við viljum líka tryggja okkar hagsmuni.
Þannig að það þarf að passa að þetta sé sko tveggja samtal sem meika sens fyrir alla. Takk fyrir. Þorbjörg Helga. Takk Guðmundur og takk Háskóli fyrir að byrja á þessari röð. Þetta er mjög áhugavert. Ég er aðeins upptekin af þessari hræðslu. Sem frumkvöðl er þetta bara mjög mikil fyrirstaða. Það er svolítið svona andrými þannig að fólk heldur að koma einhver svona heildarlausn og í staðinn fyrir að hugsa það sem framtíðin býður upp á mjög margar, mjög ólíkar lausnir og sem skiptast mjög hratt út. Og mér finnst þetta frábær hugmynd, þú veist, ég sé alveg fyrir mér að Íslenska ríki getur tekið á móti Google með sjálfkeyrandi bíla, en við hin sem erum að berjast heima erum ekki að komast inn fyrir dyr. Og það kannski þarf að byrja á því og mér langaði kannski árétta það að Íslendingar þurfa kannski að horfa inn á við líka, að hugsa öðruvísi áður en við bjóðum einhverja gull og gersemar til landsins og kannski að þú getur aðeins ávarpað þetta. Og ég er alveg sammála þessu og þess vegna tók ég þetta í þessari röð það við þurfum að bæta nýsköpun umhverfi í okkur. Við þurfum að koma okkar, það er sem vinna stýra okkur vinna í og verkefnum tengdu því. Við þurfum að koma okkar umhverfi og okkar málum alveg perfekt til það. Og sko bæði fyrir okkur og fyrir það líka bara að undirbúa þetta næsta skref. Hitt er líka það, ég held að þessar breytingar sem maður þyrfti til að aðri kemmingar myndi líka hjálpa þessum á marga vegu. Það myndi liðkum fyrir þess að segja, ekki það sé einhver fullkomur lausning kemur að þetta sé prófa marga hluti. Það snýst það. Það snýst það að greiða götu fyrir óvægt því hvort sé erlendir eða ekki, það skiptir einhver máli. Það snýst það að aðalega í Íslandi geti verið að prófa hluti og þróa næsta samfélagið í umhverfi sem styður við. Og að sjálfsögum mun ekkert allt virka. En bara, í dag, það virkar heldur ekkert allt í dag. Þannig að þetta er rauninni áhættan alltaf til staðar, en ef við gerum þetta rétt, og enn aftur, þetta er ekkert bara, ég nota erlendu fyrirtæki sem það er svo gaman að tala þau, en þetta á við alla hliðina. Ég tala líka íslensk fyrirtæki sem eru að gera spennandi hluti. Ef við styðjum við þetta, að þá getum við komið kasthjólinn af stað og það mun hafa rosalega jákvæð áhrif í þjóðfélaginu. En ég er alveg sammála því, þetta er ekki annað hvort eða. Þetta er heildarpakki sem við verðum að fara í. Já, takk fyrir. Einar. Já, Einar Mendula, verkefnisstjóri nýsköpunar hjá HÍ. Svo maður haldi áfram með samlíkinguna við sjálfkeyrandi bíla að þá var einmitt Aristoteles, hann talaði það fyrir ekkert svo löngu síðan, þá var verið að þróa bíla til þess að verja svona crash test dummies og sjá hvernig þeir lifðu af. Það hefur verið að reyna að þróa bíla til þess að hindra þeir keyra á vegg og það má náttúrulega sjá þetta, rauninni að hugsa þetta áfram á svo marga vegu inn í samfélaginu eins og heilbrigðiskerfinu sem er í rauninni sjúkrakerfi, er að taka á sjúkdómum og veikindum þegar þeir eru til staðar í staðinn fyrir að forðast þá með forvarnar aðgerðum og nota vísindi og tækni og gagnavinnslu til þess. Þannig að það er kannski ein leið til þess eða bara einn ánginn af því hvernig við ættum kannski að fara áfram. Það er að líka reyna að draga á kostnaði við heilbrigðiskerfi með forvarnar aðgerðum og nota alla mögulega tækni og tilraunir til þess. Ég er alveg sammála. Þetta snertir á mörgum svið og enn aftur þess að tala alltaf samfélagi. Það kemur inn á lausnir í heilbrigðiskerfinu. Það sem annars vegar forvarnar líka bara hvernig við vinnum í heilbrigðiskerfinu og hvernig við getum lækka kostnaði við eða bætt þjónustu á því svið. Þannig að við þarfum að skoða alla þættina í samfélaginu og ég veit að stikla stóru í hérna. En ég er alveg sammála því að þetta er hlutin sem þarf að skoða og ég er alveg sammála að þetta er gert rétt, að þá er þetta að koma því áfram. Takk. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, Kristján Ingi Mikaelsson heiti ég, framkvæmdastjóri Rafmyntaráðs. Takk fyrir virkilega góða hugvekju. Ég er einmitt svona pikka upp þessa hræðslu sem hún nefnir, af því að maður er alltaf fundið fyrir mikilli hræðslu gagnvart nýrri tækni sama hvað hún kemur og hvað hún gerir. Hvað heldur að við sem samfélag getum gert? Af því að núna er þetta alls staðar í heiminum sama hræðsla. Hvað heldur að við á Íslandi getum gert til að draga úr þessari hræðslu almennt gagnvart nýrri tækni? Bara enn aftur, sýna fólki hvert þetta leiðir okkur. Hræðsla er ekkert nema annan form af fáfræði. Þannig að hræðslan kemur að því að við vitum ekki hvernig þessi tæknin hafa áhrif á hlutina eða hvert þetta leiðir. Þannig að við getum minnkað þessu óvissu og frætt fólk að þetta til að skoða.
að þá held ég að hræðslan minnki. Og þú serðum alla tækni, það sem ég er með í dag, það er óhugsandi fyrir 20 árum síðan að fólk verður með eitthvað tækin í heimili sem ég ekki tala við. Þetta er bara biluð. Ég frist ekki á tæki sem það að tala við, það er ekki sens. Og nú veit ég það, einn vinur minn að segja hann daginn að mamma hans, þegar hún er að fara í ferðarlög, þá fyrsta sem hún pakka niður er Google Home-tækið. Þannig að bara er ekki séns í skilin eftir. Hann fyrir með mér í ferðarlagi hvert sem þarf að fara. Þannig að ég held að sko hræðslan minnkar auðvitað fyrir að skilja. Það er enginn að fara að búa til eitthvað robota, game-skipað samfélag. Það vill það enginn. Og það að halda þessi mynd sem ég hef hausnum fólki sem er vitlaus. Og þú breytir henni ekkert með einhvernum fræðigreinum eða áróður eða þú þarf bara einfalda að sýna, nei, þetta er ekki gerast. Vilhjálmur. Já, komið sæl, Vilhjálmur Árnason heiti ég, alþingismaður. Takk kærlega fyrir það að koma með þessa umræðu og strax detti mig hug hvort við séum ekki með eitt lítið dæmi þegar að lyfjafyrirtækin vildu koma hér og gefa okkur öllum lækningu við lifrarbólgunni, þetta er lítið samfélag. Það sem spara okkur mikla peninga. En það sem ég ætlaði samt að spyrja það út í varðandi þetta, númer 1, hvernig eru Íslendingar bara í dag sem þjóð tilbúin að taka á móti tækninni, að því að við innleiðum þetta svo hratt, setjum allt rafrænt mjög fljótt og allir komnir á Facebook og allir með snjallsíma, en netöryggi okkar er ekkert, við erum alveg stopp þar. Þannig bara hvernig erum við tilbúin í dag til þess að takast á þetta? Og svo hitt, við erum 330.000 og ef við myndum skapa þetta drauma samfélag sem þú ert að tala sem ég tek alveg undir, þá held ég að það sé aðeins stærra samfélag heldur en þetta 300.000. Þannig hvernig þurfum við að undirbúa okkar samfélag til að taka móti svona miklum fjölda? Þetta er mjög góð spurningar, sko. Mjög góð spurningar. Og með að taka móti og hversu stakk búin til að gera þetta og hversu nýjungjörn við erum, sko. Við erum mjög nýjungjörn sem þjóð. Og í rauninni held ég það kom miklu meira út af bara smæðinni. Þetta spyrst fljótt út og svo og það er ákveðin hluti sem við þurfum að ráðast á. Svo bara svo ég segi það alveg beint út með þetta. Við erum ekki tilbúin í þessa vegferð núna í dag. Það þarf að breyta okkur. Og það er ennþá einhver ástæða sem ég skil ekki, nú er ég búin að erlendis lengi og ég skil ekki núning í þjóðfélaginu þegar það kemur að svona hlutum. Af hverju stranda hluti sem er kannski af enga ástæðu að stranda. Þannig við þurfum að finna systematískt hvar er hlutin að stoppa og hvernig við losa það. Hitt svo þetta með það þegar við getum tekið móti, það er þetta mætti að vera hluti af því að búið til framtíða samfélag sem að tækla svoleiðis vandamála, tækifæri á réttan hátt. Það er ekki bara við sem horfum fram þetta, það eru aðrar borgir út um heim sem það sem fólk vil flytja til, þau bara San Francisco og það er meira til húsnæðisvandamál. En það er engin með lausnir á þessu. Þannig að það er bara hluti af vegferðinni, væri að horfa á það sem hluti af tækifærinu, hugsa ekki hvernig dílum við þetta réttan hátt. Þannig að þetta virki. Takk fyrir. Bryndís. Já, fyrirgefðu. Þú bara taktu mikrofóninn, gerðu svo vel. Fyrirgefðu, ég ruglaðist. Sigríður Móðarsson heiti ég frá Samtökum Iðnaðarins. Takk fyrir mjög áhugavert erindi. Mér langar að varpa því fram, við erum vissulega bara að vera viðtakendur að allra þessari tækni hérna á Íslandi, en við höfum líka tækifæri til þess að koma með framlagi í þetta og hvert er markmið? Það hlýtur að vera að auka verðmætasköpun og halda í við og jafnvel efla lífskjör hér til framtíðar og auka fjölbreytileika í útflutningi þó að sé ekki nema bara til að nota það sem sveiflujafnandi tæki gagnvart öðrum atvinnugreinum. Þannig ég velti fyrir mér hvað getum við gert núna? Við verðum bara að taka einn bit í einu. Hvað geta stjórnvöld gert og hvað getum við sem samfélag gert til þess að örva nýsköpuna því nú hefur Vísinda- og tækniráð sett markmið að fjárfesting í R&D eigi að vera 3% af landsframleiðslu eftir einungis 6 ár. Við erum hvergi nærri nálægt því markmiði, við þurfum nánast að tvöfalda fjárfestingu í nýsköpun til að ná því markmiði. Þannig að við verðum vissulega viðtakendur að tækni og þurfum að aðlaga samfélagið tækni framförum, en við þurfum líka að hugsa þetta út frá verðmætasköpun hér heima og erum við endilega að fá mikla verðmætasköpun út úr því að vera til dæmis tilraunamarkaðar? Ég held að verðmætasköpun miklu leyti kæmi til hluta til að því sem bara er í gangi hérna. Við þurfum að laga eins og sagði, við þurfum að bæta umhverfi hérna fyrir nýsköpun og fyrir fyrirtæki og hugmyndir sem eiga sér stað, menntakerfi og svo framvegis.
Hitt held ég líka, hugsaum bara skref sem getum tekið, bara einfaldlega að fara í að skoða, og ég horfa aftur að þetta að taka inn eitthvað fyrirtæki hingað sem getur unnið með okkur. Og þetta ekki bara það að við séum sko að þetta verður þekkindartækni. Við að sjálfsögum leiðinni segja, heyrðu, hlutatækni þarf að vera þróuð hérna. Það þarf að starfsfólk hérna, það þarf að koma þekking inn og það svo öflugt. Og þú horfir til þess á Kísildalinn sem öllum finnst rosa gaman að horfa á, hvað í gangi í Kísildalinn, akkur hans svona, akkur sem ekki þróun þar. Miklu leitt það vegna þess að fólk hvaðan í heiminum sem vill vinna í nýsköpun flytur þangað. Þannig að við notum þetta tækifæri og þetta til, sko, eins og segi, þetta ekki bara fyrir fólki sem kemur hingað og tæknina, heldur fólk sem kemur hingað með mikla þekkingu og mikla getu, það hjálpar öðrum sem hérna til staðar fyrir. Það myndast ákveðin svona þekkingar og tækni samfélag sem myndi styðja hvert annað. Þannig ég held að við verðum að gera það saman, sko, við verðum að gera umhverfið gott, það passa að hreyfa sér hratt, að það styðji vel við nýsköpun, styðji vel við alla þróun úr því að það sé grunnrannsókn í háskólum, yfir í einhverju hugmynd, yfir í eitthvað fyrirtæki og svo framvegis. En líka held ég að vera mjög gott fyrir fyrirtæki á landinu hérna. Ég held að það myndi mjög mikið auka þeirra hagsæld og þjóðfélagsins ef við fáum líka utan 100 manna teymi sem eru að vinna í einhverju tækni hérna sem hjálpa til. Þannig ég held að þetta hangi saman og raunni, það er rétt, við getum ekki tekið allt í einu, en við þurfum bara að taka þessi skrif. Og ef við viljum til stað, þessi gluggi lokast á einhvern tímann, þá missum við af þessu. Ef við missum af þessu, við erum alltaf í því að bara að taka einhver tækni sem er utan á þess að taka þátt í því, heldur bara þykjana þegar við erum tilbúin, þá erum við alltaf einu skrif eftir. Þannig að þá skulum snúið þessu við. Nú ég var að tala um, viljum við lifa sko 5 ár fram í tímann, erum við tilbúinlega 5 ár aftur í tímann. Það er hættan. Takk fyrir. Bryndís, fyrir ekki að ég ruglaðist, það er svo margir hérna á mælindaskrá, við höfum að loka henni en þú ert næst, gerðu svo vel. Takk fyrir það og takk kærlega fyrir erindið. Ég heiti Bryndís Haraldsdóttir og er þingmaður og mikil áhugamanneskja um nýsköpun. Mig langaði að spyrja þig, hvað sérðu fyrir þér sem svona helsta styrkleika Íslands þegar kemur að þessum þáttum og hvað er það sem þú heldur að muni greina þessa stefnum sem þú ætlar meðal annars að vinna fyrir okkur frá nýsköpunarstefnu Dana, Færeyinga, Nýsjálendinga eitthvað. Á hverju er það sem við eigum að byggja helst? Sko tökum til hliðar, við erum með ákveðna bara eiginleika sem eru okkur svona eðlislega, við erum með orkuna, við erum með fiskiðnaðinn og við erum með túrismann. Vítum því aðeins til hliðar í smástund. Ég held sko enn og aftur, við erum velmenntuð þjóð. Við erum tilbúin að prófa hluti, en það er ekki ástæðulaust að við tölum að þetta reddist. Ég lít á það sem ákveður hugrekki. Þannig að ef við tökum þetta saman og við getum raunverulega beitt í réttan hátt, þá held ég og enn aftur, þetta kemur til eins og við erum lítur tilbúin að keyra hlutin hratt áfram og prófa svona með þess. Það er styrkleiki. Og við erum ekki bara ekki, út af því við erum alltaf, dæmi, 8 ára dóttir mín, alltaf að reyna að vera sko, eins og tvítu systirinnar. Það er eins og við viljum alltaf vera eins og Bretar, sko. Það er bara, hún var bara að vera 8 ára. Við viljum bara njóta þess að vera 350 manns og hugsa hvað gefur það okkur í stað. Það gefur okkur þennan sveigjanleika, þennan hraða sem getur til að fara miklu hraðar. Og ég held að við virkilega ítum að það að þá fáum við aðra kosti sem koma af því sem því það við getum verið að prófa hlutin allt þetta. Þetta er styrkleikinn sem við eigum að vera miklu öflugri og sterkari í því að tala vegna sem við höfum allt annað til staðar. Við erum með gott háskólaumhverfi og við erum með fólk sem er tilbúið að taka séns og prófa hluti og keyra hluti áfram á hörku. Þannig ég held að þessi blanda saman, við höfum ekki ennþá látið reyna á það alveg. Takk fyrir. Gjörðu svo vel. Já, Salveig virkar, komin á rautt hérna, já. Njáll Trausti Friðbertsson heiti ég er alþingismaður, ég sé að hálfu þingflokkurinn okkar mættur utan, ég heyri það bara. Ég er nýkominn frá, ég er semst formar Íslandsdeildar NATO-þingsins og nýkominn frá Bandaríkjunum þar sem við vorum með vísinda- og tækninefnd NATO-þingsins í Kaliforníu og síðan í Boston og New York. Við vorum San Diego og Kísildalnum og þetta var algjör hugljómun að fara á milli helstu tæknifyrirtækja heimsins á 2 vikum. Og það sem Vilhjálmur kom aðeins inn á varðandi cyber security, það var svona netöryggismál, þetta var svona stóra þema sem maður áttaði sig á í ferðinni sem var eiginlega til og hitt máli var sem sagt gervigreind og lærdómsvélar. Ég vil kalla það lærdómsvélar, ég veit ekki hvað er notið yfir þetta, machine learning. Og þetta var, og það er akkur það sem maður svona fekk á tilfinningu þegar maður var úti og þetta voru okkur í 47 fundir á 2 vikum.
það var nákvæmlega þetta skalanleiki. Okkar tækifæri í skalaleikanum, við heimsóttum meðal annars General Atomics Aeronautical Systems sem eru sem sagt að smíða Predator og Unmanned Aircrafts. Algjörlega lygilegt að fá að skoða þetta allt saman. Og ég talaði þessum þá þeir eru að fara í ísingu og hanna vélarnar með ísingu og ýmislegt svona. Við eigum alveg ótrúlega möguleika á svo mörgum sviðum eftir að maður fór í svona ferð að nákvæmlega þetta með skalanleikan. Og það annað sem ég tók eftir líka þegar ég fór með þetta, að fólki í þessu fyrirtækjum, það vissi hvar Ísland var og hefur verið ferðamenn á Íslandi síðustu 2, 3, 4 ár í ótrúlega miklu mæli, þannig að það var algjörlega með landið á hreinu. Þannig að ég held að við getum nýtt þetta ótrúlega tækifæri. Maður hitti í Kísildalnum, hittum við danska fulltrúan sem frá dönsku utanríkisþjónustunni. Ég held að þetta var 1 eða 2 manneskjur að vinna þarna. Ég held að við séum 10 í deildinni, bara vex og vex. Og ég held að ég bara að þakka kærlega fyrir þetta og ég held að þetta sé ótrúlega svona tímapunkturinn okkar núna með að hvað að gerast í þessum stórfyrirtæki, hátæknum fyrirtækjum úti og Boston, San Francisco, Kísildalurinn og þetta, við erum með bein flug þarna, ótrúlega tengt þessu svæði. Þannig ég held að þetta sé gríðarlega möguleika núna að ná einhverju framgangi í þessum málum og tengjast þessu vísindasamfélagi sem það er. Aðeins til þess að bæta við, myndum að tala hvað höfum við? Við sem náttúrulega margt að þessu hvað höfum við ekki. Við höfum ekki olíu. Það er litli sérhagsmunir sem muni koma upp. Þetta þvert á móti, við erum með græna orku, við erum nóga henni. Upp með mikrofónin. Betra. Við erum með græna orku þetta sem er rosa gott. En líka eins og við varum að lesa greinum þar sem að rafmagn, svona rickshaw í Indlandi eru orðin mjög vinsæl. En í öllu Indlandi eru bara 6.000 rafmagnsbílar. Og ástæðan fyrir því er að það eru 2 eða 3 stóri bílaframleiðendur í Indlandi sem framleiða ekki rafmagnsbíla. Þannig að indversk stjórnvöld það var bara skegg í að það komið rafmagnsbíla þangað. Og það er margar þjóðir heims eru með sérhagsmuni sem er ekki alveg strax tilbúin að takast á við þetta. En við höfum lítið þannig sem ætti að draga úr okkur þvert á móti. Þannig ég held að það ætti að gefa okkur leyfi til að fara ennþá hraðar með þetta. Og eins líka með bara að tala um túrisma. Við viljum halda því gangandi að ef hérna er svona næsta Futureland, ef þú þurft ekki að fara til Anaheim til að sjá það, heldur ekki verið hingað, að það ætti bara að trukka ennþá meira. Þetta hangir saman. Takk fyrir Steinun. Já, takk. Steinun Gestsdóttir, aðstoðarrektor við Háskóla Íslands. Þú hefur oft talað um mikilvægi þess að horfa á þetta kerfi sem eina heild. Það er að segja háskólana, nýsköpunargeirann og atvinnulífið. Og ég held einmitt að í því kerfi sé smæðin svo mikill kostur. Þannig að bara að það birtist hérna í dag, hérna höfum við forsvarsmenn úr öllum þessum geirum í sama herbyggi sem geta talað millilegalaust saman. Og nú þekkir þú þessa geira á Íslandi tiltölulega vel alla 3. Hvað finnst þér mikilvægast, kannski bestu tækifærin eða brýnustu vandamálin til að takast á við, til þess að tryggja að þetta séu gagnkvæm og virk tengsl og þetta virki sem ein heild? Þetta kemur aftur að passa þessi vinna vel saman og vinna hratt saman. Og ef þú hugsar alla nýsköpun í heiminum, ef þú tekur eitthvað form af því að það er einhver hugmynd, hvort sem það er inn í háskólaumhverfi eða einhver einstaklingar í skúrheimi eða eitthvað, og hugmyndin sem tekið einhver svona frumstig, það er rosa viðkvæmt, það verður að prófa að þróa það áfram og svo fær það að vaxa og dafna, það gengur vel og svo lokum verður einhver sem skiptir máli. Ég held að við þurfum að horfa á og skilja að þetta er ferlið sem er á þessi stað aftur í allri nýsköpun. Þannig að ef við meðtökum það og skiljum það og við átt okkur hvar þetta er þessi stað á mismundi ferlinu, að þá getum við systematískt farið inn og sagt, fyrir hugmyndastigið, hvað þurfum við að gera þar? Hvað þarf að gera svo til þess að hugmyndin getur orðað fyrirtæki með einhvers konar vinnu eða eitthvað sem á sér stað og vinna það áfram. Og ég held í dag sé oft annars vegar það strandar eitthvað þarna. Þetta næri ekki á milli. Það er einhver góð hugmynd sem kannski verður til inn í háskólaumhverfinu eða einhvers annars staðar. Hún næri ekki að vera fyrirtæki vegna þess að það var ekki nóg mikið skilningur hvað það þýddi, eða það var ekki mikið áhugi, það var ekki nóg mikið dreigja annað fólk inn í það og svo eins að taka viðkvæmu hugmynd og taka næsta skrifið, þá er ekki til nóg mikið fjármagn til þess að taka það er ekki skilningur þegar hvað mikið peningu þurfti. Ég held að þurfum að fylgja þessu ferli eftir
og skoða hvert skref fyrir sig. Eins og þetta er þekkt ferli og horfum bara allan heim hvernig þetta á sér stað. Við þurfum bara að passa umhverfið sé að styðja það sem að styðja og ekki fyrir annars staðar. Og það eru svona, kemur niður í svona taktíska hluti. Það er fullt af taktíska hluti sem við getum bara auðvitað lagað. Bara taka bara einfald dæmi, bara við ætlum að stofna fyrir því Íslandi, af hverju það ekki bara einhver vefsíða sem íta og bara stofna. Af hverju það er eitthvað rosalega ferðið, það er engin ástæða til þess. Þannig við þurfum bara að fara, ég tek þetta bara eitt dæmi, ég vil ekki bara taka þetta sérstaklega, en við þurfum bara að fara í þessi ferli og skoða hvernig getum við liðkað þetta til þess að fá fólk til þess að vera, finnst þetta að vera eðlilegra og hluti af því hvernig hlutin er stað. Takk fyrir Sandra. Góðan daginn, ég heiti Sandra og starfa sem vörustjóri í nýsköpunarfyrirtæki. Fyrir nokkrum árum þá tók Google þá ákvörðun að opna nýsköpunarhöbb í Berlín og ætlaði að opna nýsköpunarhöbb í svokallaða Tyrkjahverfi. Og þessi ákvörðun leiddi þess að þessum nokkrum mánuðum þá hækkaði húsnæðisverðið í þessu hverfi 70%. Og það voru mjög mikil mótmæli frá íbúum. Og þetta var til þess að Google ákvað að hætta við að opna þennan nýsköpunarhöbb. Og þetta er svona kannski dæmi það að það hefur oft kannski, ef við opnum dyrnar fyrir svona risum, tæknifyrirtækin sem eru í dag eru risastór, þeir hafa mjög mikið völd, mjög mikið fjármagn. Hvernig getum við náð utanum þeirra völd? Þegar þau koma hérna inn, þau geta haft gífurlega áhrif bæði til jákvæðs og neikvæðs þegar þau koma. Hvernig náum við utanum það? Þetta er mjög góð punktur og það er þetta gentrification sem á sér stað. Ég tel það að vera hlut til út af því að þetta er sama vandamáli að tala um áðan. Það er verið að koma mjög lítinn pakka inn í stórt umhverfi sem fittar ekki. Og það er ekki skilningur á hvað áhrif mun að hafa. Hvað áhrif mun að hafa opna skrifstofu fyrir Google inn í miðju hverfi og svo samfélagslega áhrif þar í kring. Þannig að þetta er ástæða fyrir því við þurfum að passa það að það séu hagsmunir beggja hliða í spilinu. Og rauninni besta leiðin sem gera það er bara að byrja á einu. Ekki ráðast ég, ekki segja, hurðin er opin, komið bara. Heldur taka eitthvað eitt og nota það sem leið til að prófa þetta áfram. Og einmitt með, við þurfum að horfa þessu hluti. Því ég tala við hérna að búið til framtíðar þjóðfélag. Ég er ekki að stinga upp á, ég segi, komið bara og gera þessi viljið. Það er enginn sem vil það heldur, vegna þess að við vitum að það mun aldrei virka. En ef við gerum þetta í réttum skrefum og við vinnum með þessi fyrirtækjum, þau vilja vinna með, þau vilja finna þetta, að þá er alveg samfærður það að það er að gera þetta svo lengi sem bara við tökum réttu skrefin til að byrja með og erum með þetta allt í huga. Það er líka hvernig hugsa privacy og öryggi og allt þetta. Þetta þarf allt til staðar. Það má ekki bara ignora þetta. En aftur, bara lykillinn, það þarf að taka réttu skrefin, en það skiptir meira máli, við þurfum að taka hratt. Við getum ekki sagt þegar við gerum þetta svo bara einhverja stefnu og hugmyndir alltaf 2022 þá skulum skoða þetta. 2022 glugginn lokaður. Þá erum við að missa af þessu og þá munum við bara elda, þá erum við 5 ára aftur í tíman. Þannig að við þurfum bara að velja. En þetta kemur að því að vera fljót að taka við á tækifærunum og vinna með því. Þetta er mikil vinna, en hún þarf líka að gera satt. Við þurfum að ljúka þessu. Mér langar samt að spyrja eitt í lokin. Nú hefur þessa miklu reynslu og byrjar bara í þessu frumkvæðalega umhverfi á Íslandi þegar þú lýkur námi og fer síðan til Bandaríkjanna og vinnur í Boston og svo í Silicon Valley og þú hefur verið einarður talsmaður gildi grunnrannsókna fyrir háskóla, háskóla fyrir atvinnulífið, skiptir verið máli og ef við horfum yfir söguna hér, þá hefur gríðarlega mikið breyst. Bara til að mynda nú vorum við að veita gullleikið á morgun og það var mjög lítið sprota umhverfi þegar það byrjaði og nemendur tóku þetta upp og það voru líka nemendur frá Háskóla Íslands og það hefur skipt gríðarlega miklu máli en sprota umhverfið er miklu betra en það var en það er ekki fullkomið, við vitum það. Við höfum líka séð háskólakerfið vera mælast mjög vel alþjóðlega, sérstaklega varðandi birtingar og tilvitnanir og áhrifamátt, en okkur vantar einmitt þetta að ná betur að hagnýta þekkinguna. Við getum gert betur, við erum að gera ýmislegt, við getum gert betur. Nú erum við að stofna Auðnu, samstarf á ráðuneytanna og stofnana hér, stofna tækniyfirfærsluna. Háskólinn er með vísindagarða
og við erum að komast á stað með þá og það eru komin fyrirtækin inn. Þú hefur þekkingu og reynslu þarna úr Silicon Valley og talað mikið um það. Einhverjar ráðleggingar sem þú hefur til okkar hérna í háskólanum, hvernig við eigum að þróa þessa vísindagarða? Og ég meina þetta stór spurning, en einhver svona eitthvað sem þú vilt segja okkur hér? Í stuttu máli? Já. Ég trúi rosalega mikið á þegar kemur að allri nýsköpun og allri þessari þróun og hvort sem það eru grunnrannsóknir eða lengra. Ég trúi rosalega á mannlega þátt. Það þessi samskipti sem þessi stað milli fólk sem að vinna á svipuðu stigi. Og nota allt sem dæmi hérna. Ég fór á 30 ára afmæli tölva sem búin til 1985, heitir Commodore Amiga. Merkileg tölva miklu leyti, hún gjörbreytti miklu tækniþróun í tölvumálum og sem fór svo mikið yfir í aðra tölvur. Og ég fór á 30 ára afmæli og þar sett hann upp glæru, mjög áhugaverða glæru, sem hann talaði svona ættartré á bakvið fyrirtækið. Og það var bara þvers og krus héðan þaðan. Og hann talaði það jú, þetta var rosa mikilvægt að byggja nýja tækni og þróun og allt þetta, en það var svo mikið samlega milli. Fólk var að hittast og það var að tala og það var að deila hugmyndum og það var að stela og það var einhvern punkti það var Steve Jobs og fullvegis að stála einhverjum frá Apple og þannig að ég held að mikið af þessu kemur til þess vegna sem þessi hluti sem minnast þarna með að hafa ákveðna byggingar með þessu bara. Það kemur oft mér á svoleiðis hluti. Getum við komið fólki saman? Þegar við setjum klart fólk í einn kassa og hristi svolítið, þá kemur það svo mikið gott út úr því. Þannig að hluta þessi bara að tryggja það að fólk hafi aðgengi á öðru fólki. Og það getur verið einhver sem er grunn, þetta er að tala um þetta, að tengja saman, einhver sem er flotta hugmynd á grunnstiginu, sem er rannsóknarstigið, hittir einhvern sem hefur mikið kannski miklu meira hugmynd hvernig það að gera business úr því. Ef þetta fólk fyrir að tala saman, þá allt kannski verður eitthvað til. Ef það er ekki að tala saman, þá verður ekki til. Þannig að ég held að svona í grunni hefur þetta hljómar rosalega eitthvað einfalt og kannski óþarfi, en þetta gefur rosalega mikið. Og það var lengi vel bara í Hýsindalnum, þegar allt var að byrja þar mjög snemma, það var bara eitt kaffhús sem allir hittst á. Þannig að þú fórst á þetta kaffhús og það var bara allir sem voru í tæknikerfinu voru bara svo kaffhúsi. Og þá byrja fólk að tala saman og það byrja að deila hugmyndum og það byrja að deila vandamálum og verkefnum og eitthvað svona. Og það gefur rosa mikið, sérstaklega svona snemma í ferlinu og við erum svo lítið með þetta að þetta kannski, viltu fá eitthvað meira svona fancy Nei, þetta er bara fínt En ég held að þetta gefur rosa mikið Já, takk kærlega Guðmundur, þetta er búið, þakka þér kærlega fyrir hugveiki og að svara spurningum hér, þetta skiptir ofsalega miklu máli Við erum hérna með mat frammi svo að ég er alveg viss að þú ert tilbúin að halda áfram að ræða við fólk og fólk náttúrulega ræði saman En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna og býð ykkur til hádegisverðar. Ég vil líka nefna að í þessari fyrirlestararöð, Hagnýtum hugvitið, nýsköpun, þá næsti fyrirlestur 22. nóvember og þá hún Sandra Mjöll Jónsdóttir Búch og Einar Stefánsson og þau koma og tala, bæði hafa mikla reynslu af frumkvöðlastarfsemi og eru raðfrumkvöðlar, Sandra, þú ert raðfrumkvöðl þó þú sért ung, sem þess að það hafa komið að fleiri en einu sprotafyrirtæki og það verður svo skemmtilegt að sjá hvernig komum við með hugmynd og breytum henni í vöru og bara þetta er náttúrulega heilmikil pressa, það verður gaman að þessu en við bjóðum ykkur öllum til þess að koma þá og bara þökkum ykkur kærlega fyrir að koma í dag en sérstaklega Guðmundur, innilega þakkir, gangið vel.